að vökvinn sé of feitur. Að of mikið smyrsl og fita, það safnar meiri drullu, þetta sé sem sagt nota alltaf eitthvað sem er svona frekar þurrt krem heldur en of fitumikið. Og nota þetta í svona 3-5 skipti og skipta og svo alltaf sitt á hvað, aldrei sama of lengi. Ef maður notar til dæmis steraefnigræðandi sem að þynna húðina, að það oft notaðir eyrnadropa fyrir hunda, það hefur reynt mig vel. Og önnur svoleiðis smyrsl að þá er gott að nota þetta á móti því. Þetta er náttúrulega og þetta er það gott að ef maður er slæmur í maga til dæmis og illa stendur á, þá er það bara inntaka, beint í maga. Þetta er bæði útvortis og innvortis vökvi. Eftir stutta stund förum við norður og tölum við Matta Brún. Matta Brún er búinn að gera garðinn frægan í hestamennskunni með marga hesta og hans ræktun hefur komið víða fram. Síðan er það kynbótadómar sem voru haldnir í Víðidalnum, yfirlitssýning og svo í næsta þætti verður framhald af þeim. En fyrst Matta Brún. Hestar er í boði Töltheima. Töltheimar, stórverslun með hestavörur. Jæja, við erum stöndir hjá Matta Brún og við ætlum að kíkja á hestarna hans og ná mjög gott spjall. Þessi kall veit margt, miklu meira það. Kvöldin eru kallinn út á nesi. Kafallspilur hylur hæð og lægð. Kallinn og með koffortið á bakinu. Gef mér til. Áttu eitthvað keppnishæft á næsta heimsmeistaramót? Ég veit það nú ekki, það er eins og það er að ákveða það fyrirfram. En ef mér langar að reyna að keppa heimsmeistaramóti, þá myndir ekki geta reddað mér einum. Bara látið einhvern og græðist henni á eina flotta meirina og bara græða þetta með mér. Ég er hræddur að það gangi nú erfiðlega. Menn eru búin að reyna það til lengri tíma og það gengir misjafnlega vel. Þú ert töframæður. Auðvitað vill maður alltaf að hrossin verði góð og allt það en það er eins og það gengur. Ég segi nú að auðvitað gerir maður sér miklar vonir en það er eins og það koma nú ekki nema nokkrir gæðingar út frá drastlínum fyrir upp í staði eins og þið vill náttúrulega sjálfur. Hrossarækt í sjálfu sér, strákar, þetta er náttúrulega það sem menn er að segja, sko, hrossarækt. Ég er búinn að vera í þessu, sko, það er hægt að tala um hrossarækt hjá mönnum eins og Sigga, gamla á Höskuldstöðum. Magna í Árgerði, þeir eru búinn að vera í þessu, sko, 20 árum lengur en ég. Já. Þeir eru með ræktun raunverulega. Og ef þú ætlar að rækta hross, þá getur þau, sko, það getur vel verið að ráðuneytarnir haldið það sé hægt að einstaklingsrækta þetta svona alltaf stanslaust. Það bara verður ekki, það gengur ekki upp, þú verður að vera með stofn. Já. Akkur heldur Íslendingar sé Íslendingar, það er eftir þeir eru íslensku stofn. Já. Maður heldur þetta að við höfum verið svona agalega margmennir þegar við komum fyrst að þetta hefði verið skilt þetta allt meira minna blandað. Já. En svo tegist þetta náttúrulega sundur og það er það sem við gerum og það gerist í allri stofnrækt. En hver er uppáhalds svona meira þín sem að þú fengið, þú kannski átt 1-2 sem hefur gefið þér flest alla? Já, sko, náttúrulega, sko, sem er reiðurfrost þá náttúrulega var uppáhaldsmeiri mín, besta meiri sem ég átt var Kvikagamla. Hún hefur ekki gefið mér neitt í líkingu sem að Hekla Ósk hafa gefið mér, eða Ósk. Það hefur ekkert verið náttúrulega neitt, það er ekkert hægt að líka því saman. Ósk er mamma Óðs og Haldar og svo allra þessar skoðastar. Og það er það sem að menna að segja, sko, þegar ég segi ég sem er svo fína ræktun, jú, og ég tel með ræktun. En sú ræktun, já, hún náttúrulega hefur fyrst og fremst komið frá henni, og svo hafi verið að koma góð núnarhross út úr hinni línunni. Og þær eru að koma saman, og ég er svona vonað að þá takist þetta og verði, jável, að það komi svona meiri breidd í þetta betri, allavega finnst manni það svona þegar maður horfir yfir þessi trippi og svona og er alast upp hjá mér, að þau séu bæði miklu fallegri, gerðarlegri og svona, það séu svona meiri hreyfingarlegt eðli í þeim heldur en það var. En núna áttu þessa stóðustu undan sömu meirinni, allir gullfallegir og hæfileikamiklir. Já, misjafnlega fallegir, menn greinir nú tölvert á það með ráðunautarna, hversu fallegir eru. Já, þá áttu að tala um binga, byggilega sér. Þáttinn, já. En það efast enginn um hæfileikan í þeim. Það er í góðu lagi, þeir eru margt búin að sanna það, meira og minna. En
Byggingalegt gildi að má deilum endalaust sko. Hvað með Orra frá þú? Finnst þér hann vera jákvæður? Já, hann er náttúrulega búinn að sanna að hann er jákvæður. Það er ekki hægt að bera á móti því. En ég hef ekki trú á þessari framræktun á hann. Nei. Ég hef ekki trú á henni vegna þess að mér finnst hrossin, mér er alveg sama þó að þeir tala þessa geysilega skásettu bóu og þetta allt saman. Mikið af svona hrossum eru alls ekkert fallið, þau eru stutt. Já. Og mér finnst þetta bara að vera kúttar. Já. Hálslaus? Já, ég segi það ekki hálslaus, en það sem bjargar þeim þau eru með geysilega vel skásetta bóa og þau fá mörg hver mjög gott fyrir háls sem ég get aldrei séð að hafa verið á þeim. En hann er búinn að náttúrulega sína það sína og sanna það að hann gefur hágeng hross en hann gefur líka balvað trundur inn á milli. Hvað heldur sér búið að halda mörgum toppmerumyndir? Já, það er giska á það. Bara toppmerar eiginlega? Einmitt. Það er málið. Það er ekki með ljóta meri og borgaði 500 skall fyrir það? Ég fullyrði það að ef að ég væri búinn að fá undir mína stóðhesta, jafn margar toppmerar undir hann, að þá hugsa ég að þær hef ekkert skilað neitt minna heldur en hann. Já. Og það hefði ekki spilt að ráðunautarnir hefði nú líka verið með mér. Já. Og samþýtt það að þetta væri allt saman gott að blessa. Mér nú alveg saman hvað ég segja að það er ekki mikið rúmhross undan honum hérna Orra. Þau eru ekkert rosalega mörgur rúm. Nei. Þau hafa fallegt tölt, hátt tölt, mikið, en það er ekki neina rosalega keisla á þeim. Ef þú fengir tækifæri að fá einn af þessu gömlu í húsíðin núna, þó sem hann kom undir græna torfu. Og nota hann? Já. Hvaða hest myndir þú velja? Ég var nú aðeins velt af þessu, satt að ég hefði nú aldrei spekular í svona. En núna Ég prófaði hrafn á sínum tíma. Hrafn sjálfur var nú náttúrulega margan hátt með glæsilegur hestur. Þannig þú velur hrafn? Já, ég gæti alveg hugsað mér sörlalínuna. Þess vegna. Ekki náttúra? Nei, það er sko, sörli var náttúrulega er miklu nærtækara dæmi. Náttúran er náttúrulega undan sörla. Og ég man vel eftir náttúra og sem tilkom hann var náttúrulega afbara getthaustu sjálfur. Þetta var ekki fallegur hestur. Nei. Sörlíkamlega var hinn svo gríðarlega myndalegur hestur. Já. Hann fallegri? Já, hann fallegri og ef það hefði verið valið kannski á annan hátt undir hann, ég ætla svo sem ekki að fara að segja hvernig, það skiptir ekki máli, það er hvers og eins að meta það. Því að hann gaf mörg mjög fallegur hross líka. Náttvari var kannski með síri hrossum undan og hvað fegur það verið útlít snerti. En hins vegar með einhverja mestu getuna af þeim öllum. Það fer ekkert eitt á milli mála, það er alveg sama hvernig menn raða því upp í hvaða raðir. Hann var með þeim allra bestu. Kvöldin eru kaldlind út á nesi. Kafalspilur hylur hæð og lægð. Kallinn og með koffortið á bakinu. Gef mér til þín segjandi með hæð. Spáðu í mig, þá mun ég spá í þig. Spáðu í mig, þá mun ég spá í þig. Nóttin hefur augu eins og fluga og eflaust sér hún mig þar sem ég fer. Heimlega á sinn fundan fela flöskuna og mig í hendur þér. Spáðu í mig, þá mun ég spá í þig. Spáðu í mig, þá mun ég spá í þig. Finnst þér ekki Esjan vera sjúkleg og Akrafjallið geðbilað að sjá? En ef ég bið þig að flýja með mér til omdurmann þá máttu ekki glá. Spáðu í mig, þá mun ég spá í þig. Spáðu í mig, þá mun ég spá í þig. Kvöldin eru kaldlind út á nesi. Kafalspilur hylur hæð og lægð. Kallinn og með koffortið á
Í næsta þætti verður framhald af kynbótadóm, sem dæmi verður Gauti frá Reykjavík og fleiri góðir hestar. Sjáumst á vikuleiðinni. Takk. Lækur tífar léttum mála steina, lítil hjóla grær við skriðu fót. Blástél liggur brotinn milli hleina, í bænum hvílir ítur vaxin snót. Ef ég væri orðin lítil fluga, ég inn gluggann þreytti flugið mitt, og þó ég ei til annars mætti duga, ég eflaust gæti títlað nefið þitt. Hestar er í boði Töltheima. Töltheimar, stórverslun með hestavörur.